Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi. Á Akureyri klúbbur fyrir krakka með einhverfu. Við hittumst annarkvöld þriðjudag í Rósenborg sem rétt við Sundlaugin á Akureyri og höfum það gaman. Komum með mér inn og sjáum aðstöðuna. Þetta brot úr stuttmynd sem félagar í einhverfu klúbbnum á Akureyri og nágrenni gerðu nýlega. Klúbburinn með aðstöðu í Rósenborg og félagsstarfið líflegt. En hvað einhverfa? Það röskun á taugaþroska sem hefur áhrif á marga þætti, hefur áhrif á hvernig einstaklingar skynja umhverfið og svona sameiginlegt einkenni svolítið þetta félagslega samspil sem hefur náttúrulega áhrif á þetta samskipti sem við eigum. Hversu margir hafa verið greindir með einhverfu hérna á Eyjafjarðarsvæðinu? Það vitað í raun? Það náttúrulega vitað, en ég veit það ekki. En hópurinn kannski sem kemur hann til okkar, þetta eru krakkar frá 8. bekk og upp úr. Og þau hafa verið svona 10-20 sem eru að mæta hér. Og þetta miklu stærri hópur, ég veit það alveg. Hversu mikið gefur það krökkunum að mæta hérna? Ég vona að það gefi þeim einhverja skemmtilega jákvæða upplifun. Við reynum náttúrulega að mæta þeim bara þar sem þau eru stödd, en við reynum samt að gera sem minnst. Reynum að gera okkur óþarfar þannig að þau svolítið stýra sig sjálf og plana svona og reynum svona að hvetja og efla þau í því. Og þau vita hvað þau vilja? Já, þau vita alveg hvað þau vilja. Við getum líka fengið aðstöðu á efstu hæðinni í Rósenborg, svo horfum við á myndir og alls kyns myndbönd. Einhverfu einkenni birtast á ólíkan hátt hjá einstaklingum en eru skilgreind sem áskoranir í félagslegum samskiptum ásamt endurtekningarsamri hegðun og afmörkuðu áhugasviði. Einhverfan getur engu að síður verið styrkleiki ef viðkomandi mæti skilningi og fær einstaklingsmiðaðan stuðning og getur þannig nýtt hæfileika sína og sérkunnáttu til að ná árangri. Þekking annarra á því hvernig einstaklingur á einhverfurófi upplifir umhverfi sitt afar mikilvæg ásamt því að aðlaga athafnir og aðstæður að þörfum viðkomandi. Andri, hversu margir eru í klúbbnum? Það rauninni voðalega missamt svona eftir bara hvað við erum að gera, en það alveg upp undir 10+. Og þið eru með aðstöðu hérna í Rósenborg? Já, við höfum alla þess aðstöðu hér, bæði stundum uppi og stundum niðri. Bara því hvað við gerum. Þannig að þið hafið í raun og veru nóg pláss hérna? Já, við gerum það. Hvað það sem að þið gerið? Við förum í sund, við förum í keilu, við förum út að borða, eldum saman og margt fleira, bara eitthvað sem við getum gert. Þannig að þið kynnist væntanlega vel í allir þessi starfsemi? Já, gerum það og erum bara mjög góður hópur held ég. Ég fóruð í það risaverkefni að gera stuttmynd. Já, við gerum það. Ég samdi handrit og var fattað upp á hvernig væri hægt að taka upp og þannig og klippti þessu sjálfur. Þetta hefur verið töluvert verk, eða ekki? Jú, þetta er töluvert verk. Bara klippa allt og laffara allt og bara skipleggja. En hvernig ætlið þið síðan að sjá til þess að sem flesti sjá í myndina? Við kannski setjum þetta netið og svo það eftir hvað við gerum. Kannski setjum við netið og svo bara leyfum við kannski fólk að sjá eða hittir okkur og svona. En þið hvetið vantarlega sem flesta sem að greinast með einhverfu til þess að mæta hérna og koma og sjá og skoða? Já, við reynum það. Svona ef við hittum einhverja sem við vitum að eru með einhver svona raskanir, þá reynum við að fá þá til að koma mæta og prófa allavega. Það ekkert óttast? Nei, það ekkert óttast, það bara gaman. Sigurður, klúbburinn, hversu mikilvægur hann fyrir einhverfa? Hann mjög mikilvægur fyrir einhverja á því leytinu til að einhverju krakkar hitti sína jafningja og geti átt gert eitthvað skemmtilegt með þeim. Koma krakkar frá nágrannasveitafélögum? Já, það kemur hópur frá Dalvík og það hafa verið að koma krakkar líka úr sveitunum í kring. Einhverfa feimnismál á einhvern hátt? Ég held að einhverja sé ekki mikið feimnismál í dag. Allavega finnum maður það ekki hjá krökkunum sem eru hér. Þau tala mjög opinskátt einhverfu. Hversu mikið hefur það gefið þér að starfa hérna innan einhverfa krakka? Það hefur gefið mér mikið. Þetta ótrúlega gaman og ofboðslega skemmtilegir krakkar sem eru hérna. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift á góðu kvöldi.